Velkomin í fræðslumyndband veðmál og hagræðingu úrslita í íþróttum. Markmiðið að fræða leikmenn hættur sem fylgja þátttöku í veðmálum og hagræðingu úrslita og hvernig hægt að forðast þær gryfjur sem geta haft alvarlegar afleiðingar. Hagræðing úrslita ekki mistök heldur meðvituð aðgerð sem breytir gangi leiksins. Ef einhver veit niðurstöðuna fyrirfram, tapast ófyrirsjáanleiki og heiðarleiki íþróttarinnar. Dæmi hagræðingu eru vísvitandi slæm frammistaða, sjálfsmörk eða spjöld. Utan vallar getur það falið í sér greiðslur og fríðindi, oft gegn þrýstingi frá utanaðkomandi aðilum. Af hverju gerist þetta? Sumir sækjast eftir íþróttalegum ávinningi, að forðast fall eða tryggja sæti. Aðrir leita í fjárhagslegan gróða í gegnum veðmál. Í sumum tilfellum eru hvatirnar blandaðar og innherja upplýsingar nýttar í veðmálum. Ísland engin undantekning. Íslenskur fótbolti býr við sömu áskoranir og aðrar þjóðir og engin undantekning þegar kemur að hagræðingu úrslita. Hér á landi hafa komið upp tilvik sem hafa krafist aðgerða. Við erum lítið samfélag og það þýðir að orð berast fljótt. En það þýðir líka að ábyrgðin sameiginleg. Eitt tilvik getur skaðað orðspor alls íslensks fótbolta. Hverjar eru afleiðingarnar? Afleiðingarnar eru alvarlegar og skýrar. Leikmaður sem tekur þátt í hagræðingu úrslita eða veðmálum á eigin leik getur átt yfir höfði sér langt bann, oft mörg ár eða í verstu tilvikum ævilangt leikbann. Þeir sem deila trúnaðarupplýsingum eða taka þátt í samkomulagi geta einnig fengið refsingu, jafnvel þótt þeir hafi ekki sjálfir spilað leikinn. Viðurlögin ná einnig út fyrir völlinn. Samningum sagt upp, orðspor glatast og framtíðartækifæri hverfa. Hættur og áhrif. Hættur eru víða. Lág laun, fjárhagsvandi, spilafíkn og þrýstingur frá yfirmönnum eða glæpamönnum. Samfélagsmiðlar einnig orðnir vettvangur þar sem reynt að nálgast leikmenn og þeim boðnir peningar eða gjafir í staðinn fyrir þátttöku. Oft byrja það með saklausum skilaboðum sem þróast í gylliboð, tilboð sem getur verið freistandi að þiggja. En reglurnar eru einfaldar. Leikmenn mega ekki veðja á eigin leiki, ekki deila trúnaðarupplýsingum og ekki taka þátt í samkomulagi hagræðingu. Leikmenn þurfa að tilkynna grunsamleg tilboð, hafna þeim strax og leita hjálpar ef veðmál verða á vandamáli. Við viljum að leikmenn séu fyrirmyndir, einstaklingar sem allir vilja vinna með og líta upp til. Með því að þekkja reglurnar og forðast hagræðingu úrslita verjum við heiðarleika íþróttarinnar og tryggjum öruggt umhverfi fyrir alla.